Já, góðan og blessaðan, nú leggjum við í hann. Sem þýðir að ferðalagið að byrja á Hringbraut. Öryggið. En gott og vel, við ætlum að byrja á einni allra helstu náttúruperlu landsmanna sem heitir Mývatn og í 300 metra hæð yfir sjávarmáli fyrir norðan eins og við vitum öll. Og það var að koma út þessi bók vatnið. Hún svo falleg. Eftir hana Unni Jökulsdóttur. Og ég skellti mig upp til annars vatns sem heitir Elliðavatn. Og þar hún svona vanalega á veturnar milli þess sem hún fer til Mývatns og tók við hana viðtal þessa bók sem einfaldlega æðisleg. Unnur undur Mývatns fugla, flugur, fiska og fólk. Hver kveikjan að þessari fallegu bók? Kveikjan vera mín á Mývatni sem að byrjaði fyrir svona 12 árum. Þá fór ég að vera þetta mikið vegna þess að ég kynntist manni sem að líffræðingur svæðisins og búinn að vera hérna með litla náttúrurannsóknarstöð í 40 ár. Og ég bara heillaðist alveg af því sem ég lærði þar lífríkið og vatnið og fuglana, flugurnar og langaði svona að koma því frá mér á mannamáli til allra annara. Og það nú ekkert erfitt að heillast af Mývatni? Nei, það það ekki. En náttúran og landslagið grípur þau undir eins. En lífríkið getur verið svolítið falið. Það náttúrulega falið það sem ofan í vatninu. Þú veist ekki endilega hvað þessi fuglar að stússa og hvað þá mýflugurnar. Þannig að það eru svo margar ævisögur og mikil örlög þarna í gangi að mér langaði svona að segja sögu þeirra. Byrjum aðeins í árdögunum. Mývatn í núverandi mynd verður til eins og kemur fram í bókinni fyrir 2000 árum við gríðarlegar hamfarir. Það hefur allt reikið á reiðiskjálfi þarna. Já, það hefur rosalega mikið gengið á. Og það var hérna annað vatn fyrir sem að hefur örugglega verið fallegt en látlaust sagt. Og síðan kemur þetta gríðarlega gos úr Lúdenborgum og rennur yfir gamla vatnið og niður Laxárdalinn og myndar hann. Og af því að eins og allir vita þegar hraun rennur yfir vatn þá myndast svona gígar eins og þessir sérstöku gervigígar sem í kring. Og þetta hefur verið bara meiri háttar flugeldasýningarna og læti. Og svo hafa náttúrulega orðið til alls konar skúmar og skútar og hellar undir niðri sem kannski nútímamaður veit ekkert endilega af. Nei, það sem leynilíf í gangi. Og eitt af því sem hlýjar mér hvað mest hjartaræturnar að lesa þessar lontur. Gjáarlontur. Já, þær eru stjórnum fyrirbæri. Þetta eru litla bleikjur sem hafa þetta nafn og það stórkostlega að gerast þarna að þær eru aflókaðar hver í sínum helli. Stofn í hverjum helli. Undir yfirborði jarðar. Já, og að þroskast hver í sína áttina. Bara rétt eins og við höfum lært að dýralíf á Galapagos. Þannig að þetta bara svona tilraunaglös sjálfrar náttúrunnar. Og það eru mjög spennandi rannsóknir í gangi með lonturnar. Og þróunarkenning Darwins í rauninni á fullu allt í kringum Mývatn. Já, hún bara þarna í framkvæmd í Mývatnssveitinni. En þegar þú fórst að stúdera þetta af fullum krafti, þú búin að vera 5 ára að skrifa þessa bók, hvað kom þér þetta mest á óvart? Lífríkið náttúrulega ótrúlega fjölbreytt á þessu svæði. Já, eitt af því sem kom mér mjög á óvart, það var til dæmis allt lífið sem í einu vatnsdropa. Ég fékk að skreppa og ná mér í eitt vatnsdropa, setja á svona petridisk og undir smásjána og þá bara opnaðist heill heimur. Þarna voru alls konar hnettir á ferð og svona skringileg form með undarlega lögun og áttu samskipti sín á milli og þetta náttúrulega eitthvað sem aðrir eru að lifa á í vatninu. Þú fjallar að sjálfsögum kúluskítinn, talandi kúlulega formið á Hokkaiðeyju og svo á Mývatni á 2 stöðum í heiminum. Já, þetta dularfulla samband sem það sama kom að lesa oft þetta fyrirbæri, það kemur eiginlega alltaf jafn mikið á óvart. Já, þetta svolítið skemmtilegt. Og ég fekk að fara þarna með í heimsókn til Hokkaido og sjá hvernig þetta orðið þar. Þar vatnið búið að vera alfriðað síðan 1967. Kúluskíturinn hefur vaxið upp í svona fótboltastærð. Við fórum að báta út á vatnið bara og fengum að fara niður og sækja okkur svona fótbolta upp á vatninu, skoða þá og klappa þeim og skila þeim tilbaka aftur. Og allt
lífið í þorpinu, Akanþorpi, snýst þessa kúluskíta og svona, þú veist, það eru minjagripaverslanir, allur maturinn er grænn og kringlóttur, angun hátt og allt snýst þetta. Já. Þannig að kúluskíturinn í Mývatni komið kannski aðeins skemur á veg? Já, hann er náttúrulega bara útdauður núna. Það hafa fundið svona pínu lítil form aftur en við vitum ekki ennþá hvort að það mun taka sér bólfestu og verða stór. En hann hefur einhvern veginn horfið bara á örfáum árum til miður. Þú talar að í þessari bók og reynar í eftirmálunum að Mývatn sé samhengi, náttúran á þessu svæði sé öll í samhengi hver við aðra, jafnvel flugan uppi við Mývatni í 300 metra hæð í samhengi við Stórhvelið, við Ósa, Laxár, út á Skjálfanda, þetta helst allt í hendur. Já, lífríki gerir það náttúrulega, þetta vistkerfi, þetta er keðja. Og ef einhverju einu spillt eða raskað, þá raskast allt hitt. Óttist þið, Árni, þegar þið labbið með fram ströndum Mývatns framtíð þess? Já, vitanlega, bara svona eins og maður óttast framtíð heimsins nú á dögum. Og maður vonar það besta en það þarf virkilega að taka saman höndum og alfriða Mývatn. Ferðamaðurinn þarna í stríðum straumum og fer fjölgandi, heldur að Mývatn verða einhver leyti fórnarlamb hans? Já, það þarf náttúrulega að ganga mjög vel frá málum og það væri æskilegt að hafa þetta kannski í svona einhverju minna magni. Já, en það hins vegar gríðarlegt álag á svæðinu. Já, mikið álag á svæðinu og allir hafa heyrt frárennslismálin og vonandi verður nú gerði einhver gangskur í að laga þau. Já, en þú hlakkar alltaf til að fara til Mývatns? Já, gerir það. Á hverju einasta ári? Já. Til hamingju bókina. Þakka fyrir. Já, þetta fallegt. Já, og svo vel stíluð bók, hún svo góður pennan unnur og svo þetta bara svo skemmtileg, persónleg náttúrlífsbók. Já, og líka, ég meina til að mynda, hún að lýsa hvernig bitmýsflugan, sem hann kannski ekki tókslega vinsæl, en hvernig hún sé allt öðruvísi en hinn tignarlega fagra toppfluga. Bitmýsflugan, hún samanrekin með krippu, stutta vængi og litlar lappir. Minnir svolítið á vampíru í viðbragðsstöðu. Nei, þetta býr til karakter úr bitmýsflugunni. Þá getur margt. Þessi bók ástarjátning til Mývatns, hvorki meira né minna.